Iðnbyltingunni og það sem meira við vitum nákvæmlega hvernig við ætlum að gera. Til þess að rækta nýsköpunarsamfélagið þurfum við ekki aðeins að auðvelda fólki að stofna, skipuleggja og fjármagna sprotafyrirtæki, heldur þurfum við að skoða nýsköpun í mun stærra samhengi. Við þurfum að fjárfesta í grænum og samfélagsvænum hugmyndum sem þjóna göfugri og mikilvægari markmiðum en bara að búa til peninga. Ísland hársbreidd frá því að verða miðstöð þekkingar á sviði umhverfismála. Það eina sem vantar grænt ljós frá stjórnvöldum. Sköpum eitthvað nýtt. Sköpum framtíðina. Staðan í loftslagsmálum kallar á róttækar breytingar og Píratar ætla að svara því kalli. Við ráðumst að rót vandans með því að innleiða nýja nálgun í efnahagsmálum og breyta hvötunum í hagkerfinu. Þannig að rányrkja á auðlindum og gróðasjónarmið trompi ekki lengur hagsmuni náttúrunnar og komandi kynslóða. Við ætlum að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum og við ætlum að fylgja því eftir með metnaðarfullum, réttlátum og framsæknum aðgerðum sem færa ábyrgðina þangað sem hún á raunverulega heima. Á stjórnvöld og stórfyrirtæki, ekki almenning. Píratar ætla strax að auka metnað Íslands samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda upp í 70% og flýta markmiðum kolefnishlutleysi til ársins 2035. Við ætlum að auka gagnsæi í ákvörðunum stjórnvalda og efla aðhald með þeim, svo að almenningur geti haldið þeim við efnið. Tryggjum að allar aðgerðir útgjöld ríkisins séu metin út frá umhverfis- og loftslagsáhrifum þeirra. Við ætlum að búa til skattalega hvata fyrir atvinnulífið til að grænvæðast og styrkja græna sprota. Við ætlum að auðvelda fólki að velja vörur sem menga minna og setja fjármálakerfinu nýja leikreglur sem komi í veg fyrir stuðning við mengandi fyrirtæki og stóriðju. Við ætlum að taka allt með í reikninginn, þannig að öll svið samfélagsins verði með í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Og við ætlum að gera stór átak í bindingu og föngun gróðurhúsalofttegunda. Við ætlum að gera raunhæfa áætlun orkuþörf til framtíðar og við ætlum að hverfa frá ósjálfbærri stóriðjustefnu. Það búið að virkja nóg í þágu mengandi stóriðju á Íslandi. Við ætlum að forgangsraða smærri notendum og við ætlum að nýta orkuna til uppbyggingar og grænnar nýsköpunar. Næstu ár skipta sköpum í baráttunni gegn loftslagsvánni og þess vegna þarf stjórnmálafólk sem skilur vandann og þorir að bregðast við honum með róttækum hætti, með lýðræði og valdeflingu almennings að leiðarljósi. Píratar eru með loftslagsstefnu í 8 köflum sem snertir á öllu frá hringrásarhagkerfinu til skógræktar, lausafjárgöngu búfjár til vistvænna matvælaframleiðslu og svo mörgu öðru. Í 300 ár höfum við byggt samfélagi á þeim gildum að kakan okkar allra geti stækkað endalaust. En allir sem hafa bakað köku vita að það ómögulegt. Gróðadrifinn samfélagsrekstur undanfarinna áratuga hefur leitt af sér loftslagskrísu, spillingu og misskiptingu. COVID-19 heimsfaraldurinn hefur svo endanlega sýnt fram á að hagvöxtur bæði lélegur og hættulegur mælikvarði á velgengni samfélagsins. Píratar tala fyrir nýrri hugmyndafræði í efnahagsmálum. Hugmyndafræði sem vefur saman samfélag og náttúru þannig að hagkerfið taki tillit til fleiri þátta en þeirra sem eru með verðmiða. Endur uppbygging hagkerfisins eftir heimsfaraldurinn þarf að vera jöfn, græn og gagnsæ. Sköpum raunveruleg verðmæti, ekkert kjaftæði. Mér finnst rosalega mikilvægt að horfa til framtíðar í öllum verkum stjórnvalda og hingað til hafa stjórnvaldir rauninni bara unnið svona einhvern veginn innan kjörtímabilsins. Það aldrei verið lengri sýn. Mér langar að hugsa hvernig Ísland mun verða þegar að búa 1 milljón hérna á landinu. Mér langar til þess að hugsa hvernig við getum skipulagt byggð hérna rauninni jafnvel 1000 ár fram í tímann. 10 lóðir frá hlið við hlið og segjum að hérna muni hús aldarinnar verið byggt. Þannig að eftir 1000 ár verið 10 hús hlið við hlið fyrir hverja öld þess 1000s. Þá getur það gengið bara þar niður og upplifað heil 1000 ár. Það væri rosalega gaman ef að stjórnmálamenn myndu hugsa betur fyrir framtíðar og við sjáum núna næstunni gríðarlega byltingu í matvælaframleiðslu með sjálfvirknivæðingu. Það eru svo stórar breytingar að koma á næstunni og við horfum ekki nægilega langt til framtíðar og þá gleymum við því oft að togana til okkar og okkur hættir til þess að detta einhverja íhaldssemi að núverandi ástand sé hið fullkomna ástand.
sem bara alls ekki rétt. Við ætlum að hafa séð þá undanfarnum árhundruðum að samfélagið breytist sama hvað hverjum finnst. Þannig að förum að hugsa aðeins frekar hvernig getum við tókað betra samfélag framtíðarinnar nær okkur hraðar. Þú getur treyst Pírötum til þess að auka gagnsæi og uppræta spillingu. Ég heiti Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Kjóstu Pírata þann 25. september. Alvöru velsældarhagkerfi, raunveruleg tækifæri, ekkert kjaftæði. Jeg heter Haldrún Mogensen. Kjóstu Pírata den 25. september. Hej kære nordmenn, det godt å se dere altså. Det veldig hyggelig. Vi her på Island, og vi savner dere. Og vi ønsker dere veldig kjempemasse lykke til i valgkampen. Vi har vår egen valgkamp her nå, og det kjempespennende. Det går dritbra, og vi tror på dere, og vi sender dere kjempegode hilsner. Ja, jeg vet ikke, med så mange ord som det ble. Og jeg taler bare dansk, så jeg forstår ikke noget. Hva sier du, Helge? Helge prater dansk, han altså. Ja, men ikke norsk, så jeg forstår ikke noget. Nei. Kan vi låse? Akkurat. Men Piratpartiet viktig fordi vi står for transparens og demokrati, og det å bruke de mulighetene internettet og teknologien tilbyr i teknologialderen. Fordi vi trenger ikke å ha det som det var før. Vi trenger ikke å ha det sånn at den generelle publikum tror på politiske aktører uten å sjekke selv, fordi vi har så mange muligheter for å skaffe oss informasjon, for å bli kjent med de viktige temaene politikken dreier seg om. Og det Det jo skidegodt, mand! Okay, I'm not offending you more with my stupid Danish, so I speak English with very strong Icelandic accent. Here you got the stuff for kids, and the ship, and the pirate, and the thing, Toilets, if you need to shit, you can shit in the toilet. You got a fridge with beer, it's good. These are people, humans, coffee, thing, office. It's very nice. Got candy. I guess anyone can eat it, I don't know. And this thing here. I don't know what people do here. We don't ask questions. No questions, ever. All right, so that's Pirate High. Oh, and we got all kinds of technical stuff because we are computer geeks and we know computing stuff, and this is to prove it. And here we have people working. There's another human person, and this is the studio. This is even more computer geeky stuff that even I do not understand. Even I do not understand it. This guy understands it though, he's a genius. But don't bother him because he's a genius. There we go. You see? You see? All right, and that's it, I think. There's an office and light. So good luck from Iceland. Lykke til. Lykke til, ja. Kamelås. Ja. Veistu hvað það syngja? Já, þetta lag bæn. Þetta Molitor þýðir bæn. Og ég hélt alltaf að þetta væri svona pólitískt lag því það í svona draktum með svona borða og pólitískt, en þetta í rauninni ástarlag. Hann mikið fyrir að læra það. Já, ég bara mjög alls ekki sjálfkrafa. Ég ríkvarska sem mjög svona. Je suis une poupée de cire, une poupée de sang. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de sang.
natt av en stormig natt och dag har finns bara du och jag och det ljus som himlen lämnat kvar. Det är otroligt. Sunshine and holidays, postcards to write, budding trees, autumn leaves, a snowflake or two. Ore per crue, njot zebe jo kurs montuye, nade pas natende, raje pas raje, neta jo boa. Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulum mýrunum? Þú tekur kannski of mikið út úr gleðibankanum. Komið sæl, ég heiti Einar og Brynjólfsson. Ég oddviti Pírata í Norð-Austurkjördæmi. Mér langar að segja ykkur frá helstu stefnumálum mínum og okkar Píratarindar almennt. Þar ber auðvitað fyrst að nefna nýja stjórnarskrá. Ég þeirra skoðunar að við eigum að vinna nýja stjórnarskrá sem byggir alfarið á tillögum stjórnlagaráðs sem að þjóðin samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012. Það komið tæplega 9 ár síðan það var. Í þessari nýju stjórnarskrá að finna ýmislegt bitastætt. Það tvennt sem að mér finnst standa upp. Annars vegar stór aukið beint lýðræði og hins vegar auðlindaákvæði sem að færir okkur heim og staðfestir í raun kannski eignarhald þjóðarinnar á auðlindum, ekki hvað síst sjávarútvegsauðlindin. Nú, auðvitað eru mörg önnur mál sem að við þurfum að vinna að, eins og til dæmis loftslagsmál. Það verður okkur dýrkeypt ef við tökum ekki til hendinni þar. Barátta gegn spillingu gríðarlega mikilvægt mál og við höfum sýnt það gegnum tíðina við Píratar. Þar eru við öflugir talsmenn í þeirri baráttu gegn spillingu. Nú svo mætti lengi telja. Ég vil þakka fyrir mig og segi bara að lokum: lýðræði, ekkert kjaftæði. Sumir vilja meina að siðferði og rétt breytni skipti litlu í stjórnmálum. Ég er ósammála því. Þessi afstaða mín var ein af ástæðum þess að ég studdi ekki stjórnarsamstarf Vinstri grænna. Ég myndi ykkur svo að þið hafið hellt eldsneyti, bensíni yfir ykkur og þið eru gegn sósa. Hve örvæntingafull þurfið þið að vera til þess að gera svona. Þetta rétt hjá mér? Eitthvað sem getur kynkað kolli í ríkisstjórninni? Hefði ríkisstjórnin kynnt sér það? Varðandi þessa hluti, hæstv. Velferðarmálaráðherra? Nei, enginn hefur kynnt sér það. Þetta eitthvað sem við ættum að kynna okkur þá. Og hvernig myndi lykt og bragð Framsóknarflokksins, þar að segja Framsóknarflokkurinn, myndi setja inn í félagamarkið sitt. Við vitum litin og við vitum að það er þetta kornaks þarna, er það ekki það sem að merkið er? Jú, nákvæmlega. En lyktin og bragðið. Lyktin kannski auðveldara. Hvernig ætli lyktin sé? Fjósið sé hv. þingmaður. Ok, þarna er hv. þingmaður búinn að gera tilkallið þess, þannig að þegar þessi lög eru samþykkt þá legg ég til að hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir drífi sig niður á vörumerkjaskrifstofuna og skrái fjósið áður en að Miðflokkurinn nær fjósalyktinni. Og það verið ekki verið uppfært eins og annar ræðumaður, hv. þingmaður Óttar mann ég aldrei nafnið hans, Proppesson, fyrirgefðu Kolbeinn, Óttar frá Kolbeinn, ég get ekki. Óttarsson Proppe, já, svo ég tapði henni göllur ræðutímanum mínum, forseti bendir á að
vinnulöggjöfin talar 11 klukkutíma hvíld en þó það þannig að ef það krefst þess að þá geta menn mætt fyrir en þeir fá borga tvöfalt. Þingmenn fá ekki borga tvöfalt af vísu, það rétt. Orkumálastofnun, come on. Við þýði það, koma svo. Virða ræðumenn þannig að ef þeir ætla að vera með framíköll þá séu þau stutt og snört, það hefðin. Og ekki vera með svona sífellt gjam. Menn verða átt að svo því að Alþingi veljast almenni borgarar sem ekki allir lögmenn. Og við þurfum fokkin tíma til þess að geta unnið þetta mál. Forseti vill biðja hv. Þingmann að virða þær reglur sem gilda í ræðustóli, bæði hvað varðar meðferð málsins, þingmálið íslenska og jafnframt hvernig hv. Þingmaður notar ávarp varðandi aðra þingmenn og ráðherra. Einmitt, út af því að það það sem mikilvægt. Takk, forseti. Virðulegi forseti, góðir Íslendingar og vondir. Mikilvægt eða það ekki mikilvægt að íbúar landsins geti bruggað bjór á sínu eigin heimili til sinnar eigin neyslu án hótana 6 ára fangelsisvist? Ef ekki, ókei, þá það ákveðin afstaða. En þeim sem finnst það mikilvægt skal styðja annað frumvarp Pírata hér til umræðu á eftir heimabruggun. Mikilvægt eða það ekki mikilvægt að íbúar landsins hafi sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama og ákveði alfarið sjálfur hver geri hvað við þann líkama? Ef ekki, ókei, þá það ákveðin afstaða. En sá eða sú sem segist aðhyllast einstaklingsfrelsi, jafnvel bara í grundvallaratriðum, hlýtur þá að styðja frumvarp Pírata afglæpavæðingu vímuefnaneyslu. Sá eða sú sem styður það ekki, hefur ekki efni á því að predika yfir öðrum einstaklingsfrelsi. Nú ég hérna á seinustu mínútum, þar sem ekki mikið tíma, að fara aðeins yfir eina af verstu blaðumfjöllun sem ég nokkuð tímann lesið í lífinu. Ég verði að sýna hana myndavélina hérna. En hér mynd af hv. fyrsta flutningsmanni þessarar tillögu og fyrirsögnin þessi með leyfi forseta: þingmenn væla yfir kokteilboðum og vilja enn meira frí. Tilvitnun lýkur. Þetta ein kostulegasta vitleysa sem ég hef lesið þingið í lífinu. Þetta reyndar eitthvað sem heitir Sandkorn, birtist á DV í nóvember á seinasta ári og þarna bara logið, það bara logið beinlinnis sem þessi tillaga feli í sér það að þingmenn þurfa að komast í fleiri kokteilboð eða fá lengra frí. Hleypum að 30 í stað 15 störfum þingsins. Að lokum legg ég til að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. Að lokum legg ég til að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. Ég legg til að lokum, virðulegi forseti, að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. En nú get ég ekki annað en nýtt þær seinustu sekúndur af minni ræðu, virðulegi forseti, til að leggja til að lokum að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. Svo ég legg til að lokum og enn og aftur að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. Og lokum legg ég til að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. Ég legg til að við reynum, ég legg til að við lítum fram á veginn inn í framtíðina, ekki bara aftur á bak, og að lokum legg ég til að fundir fastanefndar Alþingis hleypið mér út úr þessu partí. Hér allt í steik. Nú stendur ykkur upp í salnum og segir, en lífið bara svo flókið. Ég segi nei. Nú hringir ykkur inn í þáttinn og segir, maður verður að vera raunsær. Ég segi nei. Maður verður að passa sig á að gera ekki mistök til að falla ekki alveg til hinna. Nei, ég fikk nóg af þessu rugli. Tökum þetta upp á annað plan. Nei, sittið í róli bara, sittið í róli. Þú getur kosið strax í dag í Kringlunni og Smáralind. Lýðræðið virkar ekki nema þú takir þátt í því. Spilling kostar íslenskt samfélag háar fjárhæðir á hverju einasta ári. Peninga sem lögum samkvæmt ætti að renna til samfélagsins en hafna í staðinn í vösum hinna fáu. Frá stofnun flokksins hafa Píratar barist gegn spillingu og við ætlum að halda því áfram. Ég trúi á lýðræði og gagnsæi þegar kemur að vinnubrögðum. Svo líka bara, ég held að þetta sé einu flokkurinn sem myndi ekki nota mig sem eitthvað tóken þegar kæmi að kosningum og baráttumálum og eitthvað. Ég fæ bara vera eins og ég og þeim eiginlega alveg sama. Fyrir mér pólitík hagsmunabarátta. Fyrir mér snýst pólitík málefnin. Ég get tekið einhverja heimskulega ákvörðun og það þýðir ekki að rétturinn til að taka ákvarðanir sé bara tekin af mér. Af því að ég tók einhverja eina eða tvær heimskulegar ákvarðanir. Þetta er bara grunnhugsunin á bak við það að við séum frjálsir einstaklingar sem höfum ákveðin réttindi sem maður má ekki taka af okkur. En það á ekki við fólk sem er með geðsjúkdóma. Þau getur bara lent í því að öll réttindi séu tekin af þeim og einhver annar
fá rétt til þess að ákveða fyrir þau. Við megum ekki frelsissvipta fólk út af því að það með geðsjúkdóm. En það bara í lögunum okkar að við megum það bara víst. Mér finnst við vera allt og hrædd við þetta í samfélaginu að fara í eitthvað breytingur og það oft þannig að þegar við tökum upp eitthvað stefnu að þá bara höldum við í hana og neitum að breyta þótt að þessi augljóst hún ekki að virka, bara út af einhverju hræðslu við breytingar. Næst síðasta þingi þessa kjörtímabils þá var lögð upp sú taktík í stjórnarandstöðunni sem að Píratar tóku ekki þátt í að sjá til þess að ríkisstjórnin næði í gegnum fæstum málum. Þau sem ákveða að gera þetta var alveg sama þó þau voru að koma í veg fyrir góð mál. Markmiðið var að láta ríkisstjórnina líta illa út og þetta er pólitík sem að Píratar taka ekki þátt í. Píratar vilja klára dæmið í eitt skipti fyrir öll á næsta kjörtímabili og innleiða nýju stjórnarskrána. Vegna þess að nýja stjórnarskráin er lykillinn að árangri í baráttunni gegn spillingu. Hún færir þjóðinni eignarhald á sameiginlegum náttúruauðlindum okkar. Hún tryggir okkur fullnægjandi heilbrigðisþjónustu, vernd gegn ofbeldi og aukin borgararéttindi. Við ætlum að bjóða upp aflaheimildir til leigu á opnum markaði og láta leigugjaldið renna að fullu til íslensku þjóðarinnar. Við ætlum að gera handfæraveiðar frjálsar og standa vörð réttindi sjómanna. Við ætlum að auðvelda fólki af erlendum uppruna að fá menntun sína og starfsréttindi viðurkennd hér á landi. Hættum að ræna eldra fólk hábjartan dag og afnemum skerðingar á lögbundnum lífeyri og hækkum hann í takt við annað sem gerist í samfélaginu. Píratar ætla strax að auka metnað Íslands samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda upp í 70%. Við ætlum að búa til skattalega hvata fyrir atvinnulífið til að grænvæðast og styrkja græna sprota. Enduruppbygging hagkerfisins eftir heimsfaraldurinn þarf að vera jöfn, græn og gagnsæ. Með nýsköpun getum við aukið lífsgæði fólks. Til þess að rækta nýsköpunarsamfélagið þurfum við ekki aðeins að auðvelda fólki að stofna, skipuleggja og fjármagna sprotafyrirtæki, heldur þurfum við að skoða nýsköpun í mun stærra samhengi. Ísland er hársbreitt frá því að verða miðstöð þekkingar á sviði umhverfismála. Spilling kostar íslenskt samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Peninga sem lögum samkvæmt ætti að renna til samfélagsins. Frá stofnun flokksins hafa Píratar barist ötullega gegn spillingu og við ætlum að halda því áfram. Við þurfum að auka sjálfstæði eftirlitsstofnana, efla vernd uppljóstrara og auka gagnsæi í stjórnsýslu svo fátt sé nefnt. En fyrst og fremst þurfum við auðvitað að koma spilltum stjórnmálamönnum af þingi. Byrjum þar. En síðan þetta mér líka ágætt bara til að taka svona litla viðráðanlega búta og þetta mér var gaman að við næðum að lækka kosningaaldurinn á kjörtímabilinu. Við getum skapað fullt af frábærum og spennandi tækifærum fyrir okkur inn í framtíðina, en við gerum það ekki endilega með að setja alla í sama hólf og segja, heyrðu, þú vinnur hjá þessu ferðaþjónustufyrirtæki, þú ferð hérna í þetta álver og annars ferð ekki neitt. Við viljum að fólk sé ekki neitt til þess að taka vinnu sem ekki við þeirra hæfi, sem passar ekki við þeirra menntun, passar ekki við þeirra reynslu. Þurfum ekki að senda kennara til þess að afgreiða í ísbú bara til þess að setja þeim í einhverju vinnu. Við erum á þeim tímapunkti í sögunni, akkurat núna, að við erum að sjá fram á aukna öldrun þjóðarinnar og við erum að sjá fram á gríðarlega breytingar út af loftslagsbreytingum. Ef við höfum ekki dug í okkur núna til þess að ráðast í þessar framkvæmdir, þá munum við búa við verra samfélag til lengri tíma, við munum búa við minni samkeppnishæfni og meira óréttlæti. Við ætlum að leggja niður Útlendingastofnun. Ég heiti Lenja Rún Taha Karim og ég hveti til þess að kjósa Pírata þann 25. september. Mannréttindi, ekkert kjaftæði. Við ætlum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 70%. Meiri sjálfbærni, ekkert kjaftæði. Ég heiti Björn Leví Gunnarsson. Kjóstu Pírata þann 25. september. Alvöru velsældarhagkerfi, raunveruleg tækifæri, ekkert kjaftæði. Ég heiti Halldóra Mogensen. Kjóstu Pírata þann 25. september. Íslensk stjórnvöld hafa aldrei sýnt nógu mikinn metnað í loftslagsmálum. Fráfarandi ríkisstjórn segist vera svo metnaðarfyllsta í Íslandssögunni, en það er hættulega metnaðarlaust að bera sig saman við stóriðjustjórnin síðustu áratuga. Við ætlum að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum og fylgja því eftir með metnaðarfullum, réttlátum og framsæknum aðgerðum. Píratar ætla strax að auka metnað Íslands samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda upp í 70%.
og flýta markmiði kolefnishlutleysi til ársins 2035. Við ætlum að auka gagnsæi í ákvörðunum stjórnvalda og efla aðhald með þeim svo að almenningur geti haldið þeim við efnið. Við ætlum að búa til skattalega hvata fyrir atvinnulífið til að grænvæðast og styrkja græna sprota. Við ætlum að taka allt með í reikninginn, þannig að öll svið samfélagsins verði með í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og gera stór átak í bindingu og föngun gróðurhúsalofttegunda. Næstu ár skipta sköpum í baráttunni gegn loftslagsvánni og þess vegna þarf stjórnmálafólk sem skilur vandann og þorir að bregðast við með róttækum hætti. Sjálfbærni, ekkert kjaftæði. Í litlum samfélögum hætt við því að spilling í formi frændhygli, sérhagsmunagæslu og greiðasemi verður hluti af erfðaefni stjórnmála og fyrirtækja. Ísland sterkt dæmi það. Hér spilling stundu eins og þjóðaríþrótt og við erum Norðurlandameistarar í henni. Spilling kostar íslenskt samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Peninga sem lögum samkvæmt ætti að renna til samfélagsins. Frá stofnun flokksins hafa Píratar barist ötullega gegn spillingu og við ætlum að halda því áfram. Við getum ekki sætt okkur við að fjársterkir aðilar stýri samfélaginu okkar á bakvið tjöldin og ofsæki þau sem dirfast að benda á það. Við þurfum að auka sjálfstæði eftirlitsstofnana, efla vernd uppljóstrara og auka gagnsæi í stjórnsýslu. En fyrst og fremst þurfum við auðvitað að koma spilltum stjórnmálamönnum af þingi. Byrjum þar. Endurreisn samfélagsins eftir heimsfaraldurinn skapar tækifæri til að taka mikilvægt stökk inn í framtíðina. Aukin sjálfvirknivæðing hefur í för með sér stórar breytingar og það undir okkur komið að nýta þær til góðs. Með nýsköpun getum við aukið lífsgæði fólks. Píratar eru tilbúnir að fullnýta tækifærin sem felast í 4. iðnbyltingunni og það sem meira við vitum nákvæmlega hvernig við ætlum að gera það. Til þess að rækta nýsköpunarsamfélagið þurfum við ekki aðeins að auðvelda fólki að stofna, skipuleggja og fjármagna sprotafyrirtæki, heldur þurfum við að skoða nýsköpun í mun stærra samhengi. Við þurfum að fjárfesta í grænum og samfélagsvænum hugmyndum sem þjóna göfugri og mikilvægari markmiðum en bara að búa til peninga. Ísland hársbreitt frá því að verða miðstöð þekkingar á sviði umhverfismála. Það eina sem vantar grænt ljós frá stjórnvöldum. Sköpum eitthvað nýtt. Sköpum framtíðina. Hér spilling stundu eins og þjóðaríþrótt og við erum Norðurlandameistarar í henni. Á meðan fjölmargir stjórnmálamenn Namibíu voru handteknir eftir að samherjaskjölin voru gerð opinber, hefur ekkert verið gert á Íslandi. Ég búinn að læra það á þingi að það vinna ekki allir flokkar eins, að það ekki allir flokkar sem að taka rökum og skiptijaflum skoðun ef að málefnin kallar á. En í Pírötum þá finn ég að málefnin skipta öllu og það að ná árangri með því að vinna með ólíkum hópum. Og það eitthvað sem að því miður bara alls ekki sjálfsagt en sem betur fyrir eitthvað sem bara inngróið í bara grunn Pírata. Á næsta kjörtímabili þurfum við náttúrulega að ná alvöru árangri í baráttunni gegn loftslagsbreytingum sem meira en bara ein aðgerð. Það eitthvað sem bara lita öll störf þingsins og ríkisstjórnarinnar og samfélagsins alls næstu 4 árin og lengur. En síðan þetta líka ágætt bara til að taka svona litla viðráðanlega búta og þetta nú var gaman að við næðum að lækka kosningaldurinn á kjörtímabilinu. Ég Pírati út af því að Píratar berjast fyrir borgararéttindum, berjast fyrir beinu lýðræði, berjast fyrir því að fólk hafi rétt á því að vera upplýst og taka þátt í ákvörðunum sem að snúa að þeim.
Þannig að við erum að stunda annars konar stjórnmál. Við erum að stunda stjórnmál þar sem hafa mátt viðurkenna mistök og skipta skoðun og velja nýja leið þegar kemur í ljós að leiðin sem þú valdi var ekki nógu góð. Mér finnst það sem öðruvísi við okkur, svona öfugt við aðra stjórnmálaflokka, að við höldum ekki bara áfram að grafa þegar við erum komin út í eitthvað skurð, heldur förum bara og byggjum eitthvað nýtt. Þegar kemur í ljós að þessi skurður bara ekkert voðalega næs. Og við erum bara með það í grunnstefnin okkar, að við erum opin fyrir hugmyndum saman hvaðan að koma og að við getum tekið nýjar ákvarðanir þegar við fáum ný gögn sem sýna okkur fram á að við höfum kannski bara ekki rétt fyrir okkur. Það sé bara komið betri gögn og þar að leiðandi þurfum við að taka nýja og betri ákvarðan heldur við tókum áður, frekar en að sitja föst við okkar keip. Mér er svo mikilvægt að taka þetta er bara róttæk stefna í íslensku stjórnmálum sem er náttúrulega fáránlegt. Það sé bara róttækt einhvern veginn að geta viðurkennt mistök og að byggja ákvarðanir á gögnum og þekkingu en ekki einhverri hugmyndafræði. Ef við viljum raunverulega búa í lýðræðislegu samfélagi, þá þurfum við að tryggja að allir leiki eftir sömu leikreglum. Lýðræðislegt samfélag krefst þess að sumt fólk geti ekki í krafti auðs eða valda spilað á kerfin okkar og haft óæskileg áhrif á heildina. Spilling í formi frændhygli, sérhagsmunagæslu og greiðasemi kostar samfélagið okkar háar fjárhæðir á hverju einasta ári og leiðir til þess að almannagæði eru færð úr sameiginlegum sjóðum í vasa hinna fáu. Spillingarmál eru nefnilega ekki bara lýðræðisleg og sanngirnismál, heldur jafnframt gegnheil efnahagsmál. Píratar ætla því að virkja öflugar varnir gegn spillingu með eflingu eftirlitsstofnana, betri vörnum gegn hagsmunaárekstrum og stórauknum kröfum í gagnsæismálum hins opinbera. Píratar ætla að auka fjárveitingar til héraðssaksóknara og endurreisa sjálfstætt embætti skattrannsóknarstjóra, stuðningur við frjálsa fjölmiðlun, sterkari uppljóstraravernd og virt upplýsinga og netfrelsi eru lykilþættir í baráttunni gegn spillingu. Píratar ætla auk þess að koma á raunverulega sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglu, endurskoða reglur útboð og störf upplýsingafulltrúa hins opinbera og festa í lög sannleiksskyldu ráðherra. Ef þeir ljúga eða halda upplýsingum og skýrslum frá þinginu, þá fylgi því viðurlög. Píratar ætla að efna loforðið að íslenska þjóðin fái nýja stjórnarskrá. Við þurfum stjórnarskrá sem afnemur ríkjandi óvissu valdmörk og ábyrgð valdhafa, festir nútímaleg mannréttindi í sessi, tryggir þjóðareign náttúruauðlinda, umhverfisvernd, gagnsæja stjórnsýslu og síðast en ekki síst eflir lýðræði með persónukjöri og jöfnu atkvæðavægi. Sú stjórnarskrá nú þegar til og hefur hlotið stuðning þjóðarinnar. Var skrifuð á mannamáli af fjölbreyttum hópi fólks í lýðræðislegu og gagnsæju ferli. Hún hefur hins vegar legið óhreyfð og safnar ríki í tæpan áratug vegna þess að æðstu valdhöfum landsins hefur ekki þótt nauðsynlegt að virða vilja þjóðarinnar. Píratar munu einungis taka þátt í myndun ríkisstjórnar sem skuldbindur sig til þess að kjósa nýju stjórnarskrána á næsta kjörtímabili. Við viljum að Alþingi samþykki stjórnarskrána á kjörtímabilinu og efni til þjóðaratkvæðagreiðslu til staðfestingar á henni í kjölfarið, samhliða þar næstu alþingiskosningum. Tillögur stjórnlagaráðs verða lagðar til grundvallar allri þessari vinnu. Dönsk stjórnarskrá frá 19. öld ekki fullnægjandi leiðarvísir í nútíma samfélagi. Við þurfum og eigum betri leiðarvísi. Við eigum nýja stjórnarskrá. Píratar hafa frá upphafi verið öðruvísi stjórnmálaflokkur. Öll okkar sýn snýst lýðræði í víðum skilningi, að valdefla venjulegt fólk til að taka þátt í samfélaginu. Við leggjum mikla áherslu á gagnsæi og baráttunni gegn spillingu því að án upplýsinga og tryggingar fyrir því að við séum öll að leika eftir sömu leikreglum, getum við ekki talað heilbrigt lýðræði. Við spyrjum spurninga, köllum eftir svörum og bendum á að keisarinn sé nakinn því að lýðræðið getur ekki þrifist í þögninni, myrkrinu og meðvirkninni.
Stjórnmálamenn segjast vilja tala við fólk sem ósammála sér. Hlusta á bergmálshellinn til að draga úr reiðinni í samfélaginu. En Píratar eru bara með miklu betri lausn. Hleypum fólki að borðinu. Gefum fólki svigrúm til að taka þátt í lýðræðinu. Þetta er ekki bara spurning um að hlusta, þetta er líka spurning um að gefa rödd fólks eitthvert vægi. Því að ef að stjórnmálin ber ekki virðingu fyrir þjóðinni, hvernig á þjóðin þá að bera virðingu fyrir stjórnmálunum? Þannig eflum við traust til Alþingis, þannig drögum við úr reiðinni í samfélaginu, ekki bara með því að hlusta, heldur með því að hafa lýðræði að leiðarljósi í öllum okkar störfum. Þess vegna leggjum við Píratar svona mikla áherslu á lýðræðið. Grundvöllurinn að lýðræðislegu samfélagi er að almenningur geti tekið þátt í samfélaginu, þangað stefna Píratar. Það er líka ástæðan fyrir því að við berjumst fyrir styttingu vinnuvikunar, afnámi ósanngjarnra skerðinga og félagslegu réttlæti. Því til að vera þátttakendur þarf fólk að hafa tækifæri og tíma. Tækifæri til þátttöku verða ekki raunveruleg fyrir en að grunnþörfum fólks er mætt og þau tryggð. Á meðan að fjöldi fólks þarf daglega að hafa áhyggjur af því að fæða, klæða og hýsa sig og sína nánustu, þá hefur fólk mjög takmarkaða getu til að taka þátt í samfélaginu. Lýðræði er nefnilega ekkert kjaftaði. Lýðræði er ekki bara kosningar á 4 ára fresti og stinga haustum svo í sandinn þess á milli. Lýðræði er trúin á fólk. Sannfæringin um það að samfélaginu farnist betur ef við styðjum við fólk, hugmyndir þess og ástríðu, í stað þess að reyna annarkvort að móta það eftir duttlungum stjórnmálana eða hreinlega hunsa það. Ég hvet ykkur öll til að fara inn á vefsíðun okkar piratar.is og kynna ykkur stefnun okkar. Og við hlökkum til að heyra í ykkur á næstu vikum og vonum að þið hafi lýðræðið að leiðarljósi þann 25. september. Ég trúi á lýðræði og gagnsæi þegar það kemur að vinnubröðum, sérstaklega í valdastöðu eða þegar þú ert að stjórna einhvers konar batteríi í landi. Svo er líka bara, ég held að þetta sé einu flokkurinn sem myndi ekki nota mig sem eitthvað tóken þegar það kæmi að kosningum og baráttumálum og eitthvað. Ég fæ bara vera eins og ég er og þeim er eiginlega alveg sama. Bara eitt mál, guð. Sko, ég held að eins og staðan er núna, þá myndi ég þurfa að velja afglæpavæðingu vímuefna, af því við erum komin svo ótrúlega langt. Þetta er bara loka skrifið sem þarf að taka. Þannig að það er bara, ég held að það ætti ekki vera neitt mál að kippa sér bara í lag og koma sér í gegn. Ég held að alvarlegasta klúðrið á þessu kjörtímabili frá mínum bæjardyrum séð er þegar að ríkisstjórnin einhvern veginn gleymdi að tryggja lagaheimild fyrir því að skikka fólki í sóttkví á sóttvarnahóteli. Og eins og við vitum þá eins nauðsynleg aðgerð og það var, þá er þetta samt frelsisskerðing og það vantar að tryggja það í lögum. Það var bara svolítið skrítið hvernig það fór fram og ég held að ef að pólitíkin hefði ekki verið svona ótrúlega ráðandi á þessu tímabili þá hefði þetta kannski ekki gleymst. Ég myndi afnema kvótakerfið í núverandi mynd. Gjörbylta því, setja allar veiðiheimildir á markað, tryggja jafnræði og tryggja að leigugjaldið af þessum tímabundnu veiðiheimildum myndi renna að fullu til þjóðarinnar. Gefa handfæraveiðar frjálsar, efla Hafró og tryggja sjálfstæði Hafró. Þannig að öll tortryggni varðandi veiðiráðgjöf séu út úr sögunni. Róttækar breytingar í sjávarútvegi. Hún er sýnt á kjörtímabilinu að hún er ekki að fara að gera neitt nema bara þessi stöðugleiki sem hún var mynduð utanum þýðir í raun og veru kyrrstaða í heimi sem þýtur áfram og það sem við þurfum á að halda eru breytingar og að undirbúa framtíðina sem er þegar komin í fangið á okkur. Þannig að það er bara stór hættulegt fyrir íslenskt samfélag að það sé hér ríkisstjórn kyrrstöðu í stað framfara. Ég sé framtíð breytinga, tækifæri fyrir alla, samfélag þar sem er pláss fyrir alla, nýtt og breytt menntakerfi
þar sem þú þarft ekki að passa í kassan en getur samt einhvern veginn blómstrað í samfélagi þar sem að grunnframfærsla allra er tryggð. Spilling kostar íslenskt samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Peninga sem lögum samkvæmt ætti að renna til samfélagsins. Við þurfum að auka sjálfstæði eftirlitsstofnana og auka gagnsæi í stjórnsýslu. En fyrst og fremst þurfum við auðvitað að koma spilltum stjórnmálamönnum af þingi. Byrjum þar. Við Píratar trúum því að allir eigi skilið sömu tækifæri og viljum endurhugsa samfélagsleg kerfi þannig að þau valdefli einstaklinga til að athafna sig á eigin forsendum. Mín helstu áherslumál eru málefni mannúð og mannvirðingu. Meðal annars eldra fólks, öryrkja og fatlaðs fólks. Hættum að ræna eldra fólk hábjartan dag og afnemum skerðingar á lögbundnum lífeyri og hækkum hann í takt við annað sem gerist í samfélaginu. Við viljum koma fram við fullorðið fólk eins og fullorðið fólk, að það fái að ráða sínu eigin lífi en sé ekki fast í boðum, bönnum og skerðingum. Við viljum tryggja framfærslu þeirra sem eru komin á efri ár, viðunandi heilbrigðis- og velferðarþjónustu og öryggi í húsnæðismálum. Meginstef Pírata í málefnum eldra fólks eru velsæld, öryggi, samráð og virðing. Tryggja þarf öryrkjum og fötluðum tækifæri til að vera virkir þáttakendur í samfélaginu. Það þarf algjöra endurskoðun á kerfinu og gera það manneskjulegra. Hækkum frítekjumark vegna tekna og aukum möguleika til tekjuöflunar. Fatlaðir einstaklingar eiga að fá að lifa án mismununar, fordóma og hvers kyns misréttis. Tryggjum rétt allra sem þurfa til framfærslu vegna örorku og endurhæfingar og miðum við að hún dugi til nægjanlegrar framfærslu og mannsæmandi búsetu. Það komin tími til að breyta rétt gagnvart öldruðum, öryrkjum og fötluðu fólki. Ég heiti Hrafndís Bára og er í öðru sæti fyrir Pírata í Norðausturkjördæmi. Allar stefnur Pírata eru byggðastefna. Markmið Pírata eru að sveitarfélög séu sjálfbær, íbúar þeirra njóti þeirra grunnþjónustu sem þeir eiga rétt á og að skapa aðstæður sem tryggja aukna nýsköpun og framleiðslu í heimahögum. Við viljum draga úr miðstýringu valds og færa ákvarðanatöku í málefnum byggða og sveitarfélaga í auknum mæli til nærsamfélagsins og tryggja að hærra hlutfall skattlegna svæðisbundinna starfsemi renni beint til sveitarfélagana. Aukið íbúalýðræði í nærsamfélagi er grundvöllur fyrir sterku og valdeflandi samfélagi. Við ætlum að fjölga tekjustofnum sveitarfélaga, til dæmis með því að láta skatta á borð við gistináttagjald, fjármagnstekjuskatt og virðisaukaskatt renna beint til sveitarfélagana sem skapa verðmæti. Við ætlum að byggja upp trausta innviði allt land eins og frjálst internet og ljósleiðara, tryggja fasta rafmagn og örugga samgöngur. Við ætlum ekki að láta búsetu fólks koma í veg fyrir aðgengi þess að nauðsynlegri þjónustu. Við ætlum að færa aukin völd heim í hérað og leyfa íbúum að taka þátt í ákvörðunum sem varða þá beint. Ég heiti Hrafnkell Brimar Hallgrímsson og skipa 3. sæti Pírata í Suðurkjördæmi. Það fyrsta sem ég myndi vilja gera væri að hætta að senda fólk í gjörsamlega vonlausar og jafnvel hættulegar aðstæður. Þá er ég að tala fólki sem við erum að endursenda til Grikklands og Ungverjalands og ég er að tala flóttafólk. Jafnvel þó að það sé byggt á því að þarna sé búið að veita fólki alþjóðlega vernd og annað, þá er þetta ekki það sem hægt er að kalla virka vernd. Það er ekki tímabundið ástand sem fólk býr við í þessum ríkjum, þar sem það býr við algjöra örbirgð. Það hefur engan aðgang að húsaskjóli, að atvinnu, að heilbrigðiskerfinu og annað. Svolítið ólíka aðstæðurnar í þessum tveimur löndum, en í Grikklandi snýst þetta fyrst og fremst kannski grunnlífsviðurværi, það bara hafa þak yfir höfuðið og aðgang að heilbrigðisþjónustu og mat. Í Ungverjalandi snúast vandamáli meira kannski ofbeldi, gríðarlegt ofbeldi sem að flóttafólk verður fyrir þar í landi af hálfu ríkisstjórnarinnar, af hálfu lögreglu, af hálfu almenning sem látið óáreitt. Maður myndi kannski skilja það að einhverjum þætti í lagi að fólk byggi við ákveðna erfiðleika í einhver tíma, en þetta er bara það sem að bíður þeirra. Það er oft sagt, við getum ekki bjargað öllum heiminum. Þannig að krafan er ekki svo að við björgum öllum heiminum. Krafan er bara svo, einfaldlega svo, að við hættum að vísa fólki á dyr sem að þó hingað kemst. Það er erfitt að koma til Íslands. Það er auðvelt skref að einfaldlega fagna þeim sterku einstaklingum sem að þó hingað komast og ekki að vísa þeim á dyr. Það væri stórt skref og mikilvægt og einfalt. Það sem að höfða til mín er það að Píratar eru frjálslynd, félagshyggjusinnað og andpopulískt umbótaafl í íslensku samfélagi og þetta er hreyfing sem er
óspillt og hefur ekki enn fengið tækifæri til þess að láta til sín taka, þar að segja við höfum aldrei verið í stjórn, allavega ekki í landsmálunum og við höfum gert það í borginni. Píratar hafa oft farið á móti straumnum, bent á spillingu í stjórnkerfinu, eitthvað sem aðrir flokkar hafa ekki gert í sama mæli, sem hefur leitt til umbóta á þeim sviðum. En maður hugsaður þetta kjörtímabil núna sem að klárast að þá ertu með þennan svokallaða vinstriflokk VG sem að einhvern veginn hefur gert Sjálfstæðisflokknum kleift að stjórna þessu landi. Og ég held að mjög margir upplifi það að þessi vinstriflokkur séu en ekki að koma neinum af sínum málum áfram og séu bara að þjónusta Sjálfstæðisflokki. Þetta á við til dæmis í varðandi stjórnarskrána, það var ekki hægt að koma því máli í gegn. Þetta á við auknar heimildir strandveiðimanna, svo einungis séu tekin 2 dæmi. Þannig að stærsta klúðrið, það er að leyfa Sjálfstæðisflokknum að ráða öllu og aðri flokkar í rauninni bara gefa eftir og virðast frá valdana vegna. Ég einhvern veginn og hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með VG í þessu stjórnarsamstarfi. Ég held við þurfum stjórn þar sem að Sjálfstæðisflokknum er bara gefin frí. Við vitum það bara að Íslendingar, þeir eru velmenntaðir, þeir hafa gott hugvit og við getum skapað fullt af frábærum og spennandi tækifærum fyrir okkur inn í framtíðina. En við gerum það ekki endilega með að setja alla í sama hólf og segja, þú vinnur hjá þessu ferðaþjónustufyrirtæki, þú ferð hérna í þetta álver og annars ferð ekki neitt. Og það er svona nálgunin sem að þessi stjórnvöld að vissu leyti fóru í með því að hafa það þannig að Vinnumálastofnun kemur fram og segir býður atvinnurekendum að klaga fólk sem tekur ekki vinnu sem þeim býðist til þess að bara svipta yfir framfærslunni. Okkur finnst svona þvinganir afkomu fólks ekki ásættanlegar. Við viljum ekki fara þá leið. Við viljum frekar styrkja einstaklinginn til þess að koma með skapandi lausnir sjálfur. Við viljum að fólk sé ekki neitt til þess að taka vinnu sem er ekki við þeirra hæfi, sem passar ekki við þeirra menntun, passar ekki við þeirra reynslu. Við erum algjörlega á þeim stað. Og við lögðum til breytingatillögu við þessa viðeigandi löggjöf það bara á síðastliðnu þingi. Einmitt bara með það að markmiði að það væri mjög skýrt í lögunum að þú gætir hafnað vinnu sem að hentaði þér ekki vegna þess að þú ert kannski allt of menntaður fyrir starfið. Þurfum ekki að senda kennara til þess að afgreiða í ísbú bara til þess að setja hann í einhverju vinnu. Við viljum auðvitað skapa... Er neðan virðingu kennarans? Já, vissu leyti. Það verður það. Við viljum þá nálgun að fólk geti tekið virkan þátt í samfélaginu vegna þess að við trúum á einstaklinginn og getu hans til þess að færa eitthvað nothæft og gott til samfélagsins. Við höfum traust á því, fólk vilja ekki bara setja með fætur upp í loft og gera ekki neitt fyrir samfélagið sitt, heldur vilja að gefa af sér. En það skiptir líka máli að fólk fái vinnu við hæfi og að fólk geti nota sína hæfileika til þess að skapa eitthvað áhugavert. Unga fólki okkar er ekki að finna vinnu við hæfi hér og flytur frekar til útlanda og það er vissulega áhyggjuefni að þau sjá ekki hag sinn í að setjast hér að vegna þess að það er bara ekki nóg fjölbreytt störf, það er ekki nógu góð stuðningur við nýsköpun og sprotafyrirtæki, það er ekki nógu gott umhverfi fyrir fólk með fjölbreytta menntun og hæfileika til þess að spreyta sig á Íslandi. Ég meina það er bara mjög skýrt af því sem að allir sérfræðingar er að segja okkur, allt í kringum okkur, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, OECD, Alþjóðabankinn og öll löndin í kringum okkur er að fara í stórar innviðafjárfestingar í félagslegum innviðum og efnislegum innviðum til þess að bregðast við því sem að þau segja geti orðið COVID áratugur, sem er einfaldlega langvarandi neikvæðar félagslegar afleiðingar út af faraldrinum og til þess að bregðast við honum þá þurfum við að byggja upp geðheilbrigðiskerfið okkar, heilbrigðiskerfið okkar, velferðarkerfin okkar. Það er líka mikið störf, það er hægt að fjölga líka opinberum störfum. Þannig að spurningin er hvar viltu skapa störf? Við viljum gera það í samtali og samstarfi við fólk. Við viljum ekki gera það þannig að fólk neyðist til að taka hvaða vinnu sem það býðst, annars getur það ekki framfleytt sér og börnunum sín. Það er mikið verðmætasköpun í því að við eigum hérna heilbrigt og gott þjóðfélag, að fólk hafi eitthvað að leita þegar það slasast, að það sé ekki neyðarástand á bráðamóttökunni, að fólk hafi aðgang að sálfræðiþjónustu, að fólk hafi aðgang að fyrstu og annars stigs þjónustu bæði í heilbrigðiskerfinu og í geðheilbrigðiskerfinu. Það skiptir gríðarlega miklu máli að minnka ójöfnuð í samfélaginu til þess að við upplifum okkur öll í betra samfélagi og getum tekist á við það sem er framundan. Það skiptir gríðarlega miklu máli að fara í stórtæka uppbyggingu út á loftslagsmálum.
og þetta allt eitthvað sem að opinbera stofnanir og hið opinbera þarf að leiða til þess að við komumst inn í framtíðina með Þetta kannski ekki allt augljóst dæmi verðmætasköpun. Jú, þetta bara arðbærar fjárfestingar. Ég held að allir sem að tala fyrir og svona lifa sig inn í mikilvægi atvinnulífsins vita það að arðbærar fjárfestingar það sem að heldur góðum fyrirtækjum á lífi og ég meina ríkið það bara nákvæmlega eins, það þarf á því að halda að fara í arðbærar fjárfestingar til framtíðar. Við erum á þeim tímapunkti í sögunni, akkurat núna, að við erum að sjá fram á aukna öldrun þjóðarinnar og við erum að sjá fram á gríðarlega breytingar út af loftslagsbreytingum. Það þarf að ráðast í mjög mikla framkvæmdir til að takast á við það. Ef við höfum ekki dugað í okkur núna til þess að ráðast í þessar framkvæmdir, þá munum við búa við verra samfélag til lengri tíma, við munum búa við minni samkeppnishæfni og meira óréttlæti í samfélaginu okkar og það verður bara að takast á við þetta. Það er ánægjulegt að við Píratar komum svona vel út úr sólinni, einkunnagjöf ungra umhverfissinna í loftslags- og umhverfismálum og við erum langhæst í loftslagsmálum. Útkoman kemur samt ekki á óvart því stefnan okkar byggir á mikilli vinnu grasrótar, samræði við sérfræðinga og umfram allt metnaði. Sólarkvarðinn er mikilvægur til að gera landslagið skýrara, ekki bara til að hjálpa kjósendum að velja flokka, heldur líka til að auðvelda okkur sem brennum fyrir grænum málum í pólitíkinni að sjá hverjum og hverjum ekki hægt að vinna með eftir kosningar ef við ætlum að ná raunverulegum árangri. Það nægir nefnilega ekki bara að sýna metnað í orði núna fyrir kosningar, heldur þarf hann líka að haldast á borði þegar kemur að stjórnarmyndun eftir kosningar. Það er alveg skýrt hvernig Píratar munu nálgast þennan málaflokk í stjórnarmyndunarviðræðum. Við vitum að það er neyðarástand í loftslagsmálum. Ekki eitthvað framtíðin hitt eða framtíðin þetta, heldur neyðarástand hér og nú. Þess vegna ætlum við ekki að prútta við náttúrulögmálin og móður jörð. Það þarf að grípa til raunverulegra aðgerða strax. Kíkið á pirata.is til að skoða málin betur. Við erum með metnaðarfyllstu stefnuna og traustasta fólkið til að fylgja henni eftir. Píratar vilja nefnilega aðgerðir, ekkert kjaftaði. Verið velkomin í spjallarpið Ekkert kjaftaði sem er kosningahlaðvarp Pírata fyrir árið 2021. Ég heiti Atli Stefán Ingvarsson og ég er í 9. sæti á lista Pírata í Reykjavík norður. Glöggir hlustundur og mjög þunn vennsneið gætu þekkt mig úr tæknivarpinu. Með mér í dag eru 2 Píratar að spjalla og við ætlum að kynnast þeim með hraðaspurningum. Verið velkomin í þáttinn. Byrjum hérna á mjög einfaldri spurningu. Nafn, aldur og búseta. Ok, ég heiti Lenja Rún Taha Karim, ég er 21 árs að vera 22 ára í desember og ég á heima á stúdendagönnum. Ok. Ég heiti Björn Leví Gunnarsson. Hvað var spurningin eftir? Svo ég færi í stjórnbála. Ég veit að ég er að taka stjórnbálamannin. Ég er 45 ára gamall og bý hérna rétt við Laugardaginn. Vonum. Listi og sæti? Já, ég er í 3. sæti í Reykjavík norður. Ég er í 1. sæti í Reykjavík suður. Já. Nánasta fjölskylda? Ætla að segja ekki bara mamma og bræður mínir. Já. Já, 2 yngri bræður. 2 yngri bræður, ok. Hvað eru þeir gamlir, ef ég spyrja? 19 að vera 20 ára og 13 að vera 14 ára. Við hefum öll ammæli rosalega seint á árunni. Já. Ég er giftur búin að vera þarna í ansi mörg ár, 14 ár. Ekki, er ég talað rétt? Jú, ég er talað rétt. Við vorum saman síðan 2000, 21 ár, bara 22. Við höfum 2 börn, 6 ára og rétt að skríða í 12 ára núna bara í 2 vikur. Já. Rósa spennandi, bæði komin í grunnskóla, það er laus við leikskólan. Og svo bara þessi svona standardfjölskylda, við erum innstæðmóðir og svona skemmtilegt. Ok. Uppáhalds matur? Þetta er erfið spurning. Það er sko kurdískur réttur sem að mamma gerir alltaf. Þetta er þess að trískrón með grandaeflum og þetta heitir qubliba tirsi. Já. Spennandi. Elskar grandefli. Mjög gott. Ég held ég fer bara í kjötsúpuna. Já. Það er mjög einfalt sko. Grónagrautur nýjapel sko. Já. Klassist. Kótilettur í raspi. Þetta er voðalega einfaldur hvað mat varðar. En hérna, svo finnst mér líka eþíópískur. Eþíópískur, já. Gríðarlega góður. Já. Fjall fyrir honum þegar ég var í Bandaríkjunum og svo er alveg æðislegur eþíópískur stöður hérna á Flúðum. Já, einmitt. Það er mjög gaman að fara þangað. Já, ég þarf að fara. Það er allir að tala rosa vel með það. Mæli með því. Hvað heitir staðurinn með það? Mínilík. Mínilík. Lítið lík. Ok. Uppáhalds kvikmynd?
Það annarkvæmt Breakfast at Tiffany's eða The Dark Knight. Ég get ekki valið. Ok, báða mjög góðar. Ég ætla að telja tvær þá hérna, ég tel alltaf History of the World Part 1 eftir Mel Brooks sem mikill snillingur og svo verði ég að setja Princess Bride líka. Ég elska hana. Það enda góð mynd. As you wish. Já, frábær mynd. Þetta eru tveir frasanir, as you wish og it's good to be the king og hverju myndinni. Hérna uppáhalds áhugamál. Já, ég veit þetta hljómar gett asnalega og bara svona nördalega. Mér finnst rosalega gaman að fara í gegnum lagabálka og skoða greinagerðirnar með lögunum. Ok, þannig að uppáhalds spurning sem ég tók út áður við byrjuðum, hún henta fyrir vel. Uppáhalds lög. Ég var smá svona, nei, hafnaði henni. Sorry, áttu við Eurovision lög eða Alþingislög? Sko, ef þú svara með Eurovision lagi þá hefði ég alveg tekið við því, sko. Ég spilanörd, hlutverkaspil, borðspil og svoleiðis. Ok, það var ég að koma með aukaspurningandi þér. Ég það líka. Hvert uppáhalds borðspilið þitt? Það góð spurning. Í augnablikinu ég dálítið fastur í Gloomhaven. Stór og svona, en hérna... Fórst í Pandemic og meðan í COVID eins og allir? Jú, fyrir Pandemic og við vorum með Pandemic Legacy aðeins, en við gátum ekki spila það á meðan hérna, COVID var í gangi því að það gátum ekki hist. Einmitt. Þannig að við vorum til dæmis nýbúin að klára sko, Pandemic Legacy áður en COVID var á stað. Öllu vön. Ok, menntun og reynsla í einni setningu. Menntun og reynsla, sko ég enda bara 21 árs, þannig ég á síðast árinu minni í laganámi og reynsla það ekki bara þessi venjuleg til dæmis störf sem að þú hefur unnið með skóla í gegnum árin og eitthvað svoleiðis. Jú, félagastörf eða... Já, sem sagt ég var að klára setu mína í Stúdentaráði Háskóla Íslands og ég var í stjórnvöku sem oddvitavöku. Það svona helst reynsla mín, myndi ég segja, og henta mér rosalega vel í stjórnmálum líka. Já, mjög góð reynsla. Ég sem sagt kláraði master í tölvunarfræði í Brandeis-háskóla, kláraði svona í HÍ og svoleiðis áður, hef verið í kennaraháskólanum líka, unnið í kennslu, leikskóla, leiðbeiningu, verið sveit, rækju, fiskvinnslu, gangstéttalagningu, byggingavinnu, múra og gifsa og ýmislegt, þannig að ég held þetta að vera einsetning. Takk fyrir þetta. Áttu gældir? Já, ég á 2 ketti, yndislega ketti. Einn heitir Kanye og hinn heitir Thanos. Frábært. Ekki vest. Alltaf leginn. Ég átti kött og ketti þegar ég var svona yngri en hérna vegna ofnæmis í fjölskyldu þá eigur engin gældir því miður. Já, ég kannski það. En við elskum hunda, þannig að við eigum 5 hunda svona á lista sem við persum. Já, það sniðugt. Sem okkur finnst við eigar smá í. Við fáum nákvæmna köttin átt í heimsókn. Það svona nægilega stutt, þannig að það vekki ekki upp ánæmið. Frábært. Heyrðu, hægjum aðeins á okkur og ræðum núna eldheit stjórnmál. Og ég ætla að byrja hérna með smá ísbroti. Já. Hver skemmtilegasti aðilinn í stjórnmálum? Í stjórnmálum? Sko, ég var bara að kynnast fólki í stjórnmálum núna í vor og bara í þessari kosningabaráttu, en ég myndi segja að Halldóra Mogensen ógeðslega skrautleg. Bara, hún var ekki það sem ég var að búast við. Okay. Sjúklega skemmtileg. Já, ég er mjög gaman að hafa kynstinni núna þessari baráttu. Já, ég hef átt alveg erfitt með svona að sjá fyrir mér stjórnmálamenn sem skemmtilega glíma við alvarleg mál og svo framvegis, en svona í stærra samhenginu að þá myndi ég alveg tímalust velja Jón Gnarr sem að tröllaði aðeins yfir íslensk stjórnmál hérna fyrir nokkrum árum síðan og mjög góðan og uppbyggjandi hátt, ekki hérna, alls ekki slemman hátt. Þó að mér finnst hann ekkert góður sem grínisti, það bara ég leiðilegur sko, þá tókst honum mjög vel að gera stjórnmálin áhugaverður og skemmtilegri þegar hann kom fram með besta flokkin. Já, í sammála því. Já, mér finnst ég svona með sko, mína kynslu allan, ég er 83 model og það eru 2 svona hópar í mér, það eru krakkar sem öldust upp á heimili sem hérna, tímdæk upp sem stöð 2 og krakkar sem voru ekki með aðgangsstöð 2 og þau sem voru með stöð 2 einmitt, þau elska Jón Gnarr eins og þau gott að sé fóstbræður og það bara það fólk sko, ég og vini sem tala í fóstbræðar frösum bara allan daginn sko, og þau bara elska þetta. Félagið minn er alltaf að posta bara á YouTube bara,
það gerist eitthvað í líf hans og hann setur það bara í Instastory og svo setur hann klipp úr fótspræðum sem bara þetta sem gerist. Þetta ákveðið kvöld, sko. Mér langar alltaf að vera með í þessu fótspræðara kvöldi, en ég volst ekki upp með Stöð 2. Svo ekkert að horfa á þetta einhvers staðar sem, veist, ég á ekki DVD-spilara, ég ekki að fara að koma með DVD, veist, getur ekki hort á þannig staðar. Ég held að svona bestu klippurnar sé á YouTube allavega. Já, ég er að sé hann Indriða klippuna, hún er ógeðslega góð. Bankið í opnunum. Ég verð að segja að það sé uppáldið mitt, þó ég hef ekki í rauninni fylgst með fótspræðum í heildina, þá alltaf sé þessa klippu koma á til og hún er mjög góð. Já, hún er mjög góð. Allir slæmi, allir sem að segja brandara eru ekki náttúrulega grínistar, en þeim tekst af og til inn á milli að koma með góða brandara og þetta er einn af þeim. Algjörlega. Hver eru ykkar svona heitustu málefni í stuttu máli? Við kannski ræðum allra heitustu betur saman og eftir, en hvað svona fyrir breytt yfir? Ok, ég ætla bara að vera með svona simpel upptalningu. Það hlýtur að vera málefni ungs fólks, skaðaminnkun, geðheilbrigðismál og já, ég held að þetta sé auðvitað innflytjendamál líka. Það er mín helstu heitustu. Og við erum með í stefnun okkar núna að við ætlum að leggja niður útlendinga stofnun. Þú ert líklega all in þar. Ég er svo til í þetta. Mér fannst það rosalega róttækt í byrjun, en svo bara, það er ekki hægt að laga eitthvað sem er ekki hægt að laga. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn gat lagt niður nýsköpunarmiðstöð og nákvæmlega. Það er allt hægt. Ekki verða góð hugmynd af vissu en þetta er miklu betri hugmynd. Já, þetta er miklu betri hugmynd. En þú, Björn? Ég er langmest í gagnsæismálunum. Svona ákveðnu aðhaldi með valdi og það er gagnsæi alveg gríðarlega mikilvægt. Ein spurning. Gagnsæi og gegnsæi. Já. Hver er munurinn? Ég veit ekki. Gegnsætt er eitthvað sem þú serði gegnum og eins og rúður og svo framvegis en gagnsæi þá tala um gögn sem þú ert að sjá. Alltaf ég hugsaði það þannig. Orðabókarskilgreining getur verið allt öðru síðan. Ég er inn og nota gagnsæi. Já, og það er svona nýri sem Píratar hafa búið sér til eða hvað? Ég meina stjórnmálin töluðu saman og ekkert gagnsæi og upplýsingar skildu hins opinbera fyrir en í rauninni Píratar fóru að lemja það í gegn. Já. Og núna eru meira svo kvenfélag félag sjálfstæðiskvenna í Grafarvogi var að tala um skort og gagnsæi. Þetta er alltaf að koma og nú það bara svona herslu munin til dæmis með nýri stjórnarskrá og svona alvöru eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Þannig að ég er búin að vera það rosalega mikið. En svo eru bara nýsköpunarmálin eru mjög mikilvæg upp á efnahags framtíð að gera. Framtíðarmál eru mjög hugleikinn. Þar var ég svona fyrstu til þess að svona veifa flagginu með til dæmis eins og kjötrækt sem að eitthvað landbúnaðarráðherra ég held að vera að tala um bara pillur og duft. Vissi ekki hvað ég var að tala einu sinni. Og það sem ráðherra er rauninni þess málaflokks sem að kemur til með að glíma við það, bara ekkert eftir svo langan tíma. Það var mjög áhugavert, það var fyrir 2 þingu síðan. Þannig að núna er þetta komið held ég aðeins betur á kortið og var að vera að gera grína á okkur miðflokkurinn var að gera grína á okkur núna í nýlegri færslu, það var mjög fyndið. Já, það sem Sigmundur Davíð stendur í fjósinu. Já, í fjárhúsunum með kindunum og ég svara því einfallega að sjálfbær búskapur, hann verður ef eitthvað er bara verðmætari þegar búið að taka frá þessu óheilbrigðu verksmiðju framleiðslu á dýrum til manneldis eða annars og komið kjötrækt þar í staðinn fyrir svona fjölda framleiðsluna, þá verður sjálfbær svona búskapur eins og hann er almennt sér hérna á Íslandi miklu verðmætur og eftirsóttari. Þannig að þetta er gríðarlega tækifæri í þessu, finnst mér. Já, þú þarft ekki að predika fyrir mig, því ég er framkvæmdastjóri vegangerðarinnar og við erum að reyna að koma hérna á sem sagt ræktun til þess að geta verið með byrgja. Okkur vantar byrgja til þess að rækta helst á baunir. Við erum að búa til ferskt íslenskt tempe sem er frægur indónesískur réttur og ég er nú þegar í viðræðum við gróðurhús og bændur í að geta tekið þetta upp og ég vil miklu frekar þau einbeita sér að þessu heldur en að búa til lambakjöti. Þessi tækni getur alveg verið nýst til þess að búa til plöntuprótein líka og ýmislegt svoleiðis og fólk fattar ekki að þessi framleiðsla er því líklega aðalega notuð í ræktun á dýrum jafnvel. Merkilegt nokk. Jafnvel bara gæludýrum þess vegna það er rosalega mikið af framleiðslu, kjötframleiðslu sem fer í rauninni bara til gæludýra. Já, það mikið sens. Já.
Ok, hver ykkar fyrsta reynsla af stjórnmálum, byrjuð þú, Björn? Ég lendi í því þegar ég var 17 ára og byrja að pæla í fyrstu alþingiskosningunum 95 þegar ég ætti að fara að kjósa. Var ég stættur á svona fyrirparti fyrir sveitaball og þar var stjórnmálaflokkur með að bauð upp á bjór fyrir gesti og gangandi, allt niður í 14 ára krakka, ódýri bjór, ef þú skráðir þig í flokkin. Mér fannst það mjög áhugavert og skildi ekki alveg hvað skrás í flokkin þýddi og spurði bara þann sem var að taka á móti peningum fyrir bjórinn og skráningum í flokkin, hvað þýddi það að ég þarf að kjósa flokkin í kosningunum. Og svo var ég bara bláköld líð og bara, já, hvorki meira enn minna. Ég bara dálítið stoltur af svona 17 ára sjálfum mér að það var sagt bara, já, nei takk, ég sleppi því bara og sleppi því að kaupa ódýran bjór og ég bara góður. Það var bara stuð án þess, ég ætla að pæla hans betur í þessu. Já, vel gert. Ég mitt fekk það svolítið fyrirspurn þetta þegar ég var að reyna að fá fólk til að skrifa undir meðmæli fyrir framboðið og þá fannst það að vera kommitta í það að kjósa okkur. Ég nei, þetta bara svo að við getum búið okkur fram og tekið þátt í lýðræði. Fólk getur verið skráð í alla flokka, það engin skuldbinding við neitt að vera skráður í stjórnmálasamtök. Já, frábært. Já, fyrir utan alltaf að þú lendir alltaf í spami. Jú, svo sem enn, það ekki skuldbinding. Þú fer vist aldrei að listarum yfir Valur. Það var eitthvað erfitt. Þú þarft að afskráði á mörgum stöðum. Já, einmitt. Haka í allt saman. Já, ef svo, já. En já, Linja? Já, mín fyrsta reynsla í stjórnmálum var í alþingiskosningunum 2017. Ég var búin að vera að mynda mér skoðanir og ég var bara búin að vera að fylgjast með stjórnmálunum og bara frá því 2016 sem ég flutti aftur heim til Íslands. Og ég var meira mjög mikil talskona einhvers eins flokks sem við ætlum ekki að nefna. Svo bara koma því. Við höfum öll verið þar. Nefnilega. Ekki nákvæmlega þar kannski, en einhverjum öðrum flokkum. Já. En svo kom þetta kjördag og ég gat ekki kosið að ég á afmæli í desember. Og alþingiskosningarnar voru í loka október. Já. Og þetta var bara svo ótrúlega súrt, þetta var svo ótrúlega stutt í afmælið mitt, þú veist, mánuður og ein vika eða eitthvað og allar vinkonum mínar fóru saman á kjörstað, fóru saman að kjósa og ég þurfti að setja heima bara eitthvað, já, en ég sem ekki gett sterkur skoðanir, þú veist, það hjálpar. Næ. Ok, ræðum aðeins betur lýðræði og ungt fólk. Við erum með aldursforseta þingflokks Pírata og svo vonandi, verðandi, yngsta kjörna þingmann í sögu Íslands. Hvað hægt að gera betur þessu? Ég held að svarið sé bara mjög einfalt og það að lækka kosningaldurinn. Ég meina við treystum ungu fólki til þess að skila skattaframtalinu sínu og borga í skatta og akkur getum við ekki treyst þeim til þess að kjósa það sem að þeim finnst rétt og taka þátt í lýðræðinu. Við erum með tillögu það að lækka kosningaldurinn niður í 16 og viðbót við það að það sé einmitt á árinu, 16 ára á árinu. Ef við bara förum í, þú veist, barnasáttmálan þá á að taka tillit til skoðana barna eftir því sem að þau hafa aldur til og ef maður skoða bara aðalnámskrá grunnskóla þá eru hæfniviðmiðin sem á að klára við grunnskóla þá eru þau bara að vera fullgildur meðlimur í lýðræði samfélagi þegar allt kemur til alls og af hverju treystum við þó ekki fólki til þess að byrja að taka þátt í strax. Ég hef mér að tala um að ég myndi vilja sjá 5 ára krakka á þingi. Já. Ég myndi treysta þeim í rauninni betur til þess að hafa bara hóp 5 ára krakka í staðin fyrir alla núverandi þingmenn. Af því að starf þingmannsins þegar allt kemur til alls er að fylgja sinni sannfæringu. Og það þarf ákveðna innlægni í það af því að mér finnst. Og þú finnur ekki innlægara fólk heldur en 5 ára krakka. Já. Bara, ég líka aðdáandi Eli 5, Eli 5 á netinu sem er Explain it to me like I'm 5. Þegar að stjórnsýslan þurfa að fara að koma og útskýra það fyrir 5 ára krökkum af hverju hlutinir eiga að vera eins og þeir eiga að vera þá held ég að verði miklu áhugaverðar að stjórnmála umræðinurunni. Ég held samt líka að það ríki einhver ákveðin svona íhaldsstemming á alþingi og þú veist það allir stjórnmálamenn eða þú veist allir frambjóðandi vilja meina já ég verði ekki þannig þú veist ég ætla að koma að róttækum breytingum í gegn en svo leiða maður komin að þing þá dettur maður einhvern veginn í stemminguna, maður hugsa sér nei, þetta er ekki venjan á alþingi þannig ég ætla ekki að leggja fram þessa fyrirspurn þetta lagafrumvarp, þessa þingsályktunartillögu en þú veist, það vantar einhvern sem er bara til í að pönkast einhvern veginn og er bara algjörlega
ekki að fara að detta í þessa stemmingu. Þú veist, okkur vantar róttækni og okkur vantar fólk sem stefnir ekki að því að vera eilíðar þingmaður. Nákvæmlega, þetta alveg hárrétt hjá þér. Ég upplifði þetta nákvæmlega þegar ég kem inn á þing að það rauninni ætlast til þess að maður hægir sér ákveðin hátt. Það eru fullt að hefðu. Og klæðir sig, þú færst skammir fyrir klæðaburð. Viltu vera í sokkum? Nei, viltu vera í skóm? Nei, takk. Og það líka mjög eðlilegt fyrir okkur að eftir að við erum búin að sjá þingmenn vera að koma upp í ræðustól í sjónvarpinu, við erum búin að upplifa þetta all okkar ævi, að það er svo eðlislegt fyrir okkur að detta í sama farið. Þannig að stay in our lanes. Já, ég tekið samlinguna með að keyra á Miklubrautinni og það var svona hjólfur í malbygginu sem allir keyra bara ofan í. Þó til að rignir þá reyna allir að forðast hjólfurinn. Og rigningin er svona, maður sér hana fyrir sér sem svona, hérna er eitthvað álag í gangi, einhverju vandamál í gangi. Og þá er ekki hægt að fara hefðbundu leiðinar og þægilegu leiðin að keyra bara í hjólfurunum. Við eigum alltaf að hugsa þannig. Við eigum alltaf að leita í rauninni annara leiða til þess að gera framtíðina betri. Ekki keyra bara í þægilegu hjólfurunum af því að þau skila okkur engu nema bara stöðnun. Dýpri förum. Dýpri förum. Já, góða bundur. Eitthvað fleira sem ég vilja koma inn á í dag? Já, þú spyrð. Ég meina, þingmaður. Er það ekki orðið svolítið þreytt orð? Það er svona, veist, hvernig getum við tekið eins ókynja það orð? Þannig að það hendi betur. Það er alveg mjög góð pæling. Það er, fólk er búið að vera að reyna þetta aðeins inn á þingi og kalla þingkona eða þingmann. Já, eða þingfólk eða þingmann með einunni. Já. Og ég held að þetta sé alveg sem sagt bara svipað og þessar hefðir, fólk er vant þessu, það er erfitt að breyta eitthvað, þannig að það er auðveldar að gera það þegar við finnum gott orð til þess. Ef við færum í fulltrúi, þá væri nærði kannski. Fulltrúi Alþingis. Já, það er alltaf búið að vera að nota það fyrir sveitarstjórna fulltrúi eins og Baldur bent okkur á hérna fyrir Pírötum. Borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi. Þannig að það liggur alveg pynt við. Já, stundum líka þegar ég er að skrifa greinar og ég er að skrifa þingmenn. Mér líður bara svolítið skringilega að vera að segja þingmenn. Svo það líka að takla ráðherra. Já. Vá, já, þá þú segir að ráðherra af hverju. Já. Minister er á ensku, það er ekki svona ekki svona rosalega kynjað. Það er ekki með titli eða þvíum líku. Þannig að það er ýmislegt sem að er rosalega djúpt í menningunni hjá okkur sem er þess verði að hugsa hvort það sé ekki hægt að gera öðru sér því að þetta hefur alveg áhrif. Alveg mér sér það líka bara í því hvernig þingið er rauninni gamall karlavinnustaður það sem er ætlast til þessi rauninni að það sé einhver heimavinnandi. Og ég líka, þessir titlar eru bara hluti af þessari íhaldsstemmingu sem ég er að tala þú veist, eins og þú sagðir, það hefur verið reynt inn á þingi en það er ekki stemming fyrir því þannig að maður hætti því bara. Já, hefðinar eru svo sterkar rauninni og það er erfitt að brjótast út úr þeim. Við reyndum á kjörtímabilinu að fá bara vinnutíman á fjölskylduvænni tilfærslu á honum, þannig að starfsfólk væri búið bara þegar skólar almennt, leikskólar almennt síðan varu búinir og þess að allir gætu tekið þátt í bara fjölskyldulífinu. En það er reglulega þingfundir til 8 og þess að það sem gerir bara það gerir ráð fyrir því að það sé einhver heimavinnandi sem að sér allt það og einhvern veginn svo blinda að sjá ekki aðra möguleika er rosalega sterk. Já, samanlega. Já, takk alveg að vera komið þáttinn. Ég hvet alla til þess að taka þátt í kosningum 25. september. Sérstaklega vilji komast upp úr hjólförunum. Og takk fyrir okkur. Takk fyrir. Takk. Ég er að spyrja hæstvirta forseta að því hvort að hún vilji beita sig fyrir því. Order! To talk about morals and morality is a disgrace! Come on.
rules of the house do not permit us to eat in this place. You are well-intentioned and principled, but you are overexcitable and you need to contain yourself. Indeed, Mr. Speaker, I apologize. It was a chocolate bar. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Nej, sittið róli bara, sittið róli. Tóti, hann tóti tölvuna. Tóti var í tölvulandi á tölvuspili var snjátt. Tóti, hann tóti tölvuna.